Syndaselir komnir hér, Svenni Halló og Danni. Svenni að pússa gleraugun sín. Halló Detroit. Heyrðu, það er svo mikið ástand hérna í dag. Úf. Á ég bara að segja það bara eldsnögt frá mínum morgni. Já, svo ætla ég að segja frá því mínum tjúk. Heyrðu, sko, ég er að fara út á morgun. Til København. Já, að sjá Radiohead, eða hvað? Nú er ekki viss hvort þið spili. Bróðir minn mistaði þeim. Nei, Já. Ég sá á Reddit. Vinur hans kom í heimsókn til Køben. Ég bara ætla að vera andlegu stuðningu bara. Nei, já, þú veist, hann kom til þess að fara á tónleikana. Já. Radiohead tónleika. Leiðilega sem banda allra tíma. Jók, sagði enginn. Nei, sko, núna samt coverum við sko öll base. Ég elskar Radiohead, þú hatar Radiohead. Þannig að allir eru ánægðir. Allir þessi sem hata, þessi sem elskar. Ég hata ekki, það er þungt yfir þið. Það er þungti, sko, Tom York er náttúrulega þunglandast maður á jörðinni. Já, er það ekki hann sem er veikur? Hann er með sko sýking í hálsi. Ég veit ekki hversu bjartsýnn ég þora að vera með þessa helst tónleika á föstudaginn. En ég er þetta samt ekki sko, nú hef ég heyrt með ykkur tónlistamenn að þeir fáið sýkingu í háls. Já. Þau heyrt sterasprauta. Já, steratöflur, ég hef notað steratöflur. Hefur ekki þurft að sprauta hérna svona? Nei, það kannski Friðrik Ómar hefur lentið því. Það er ekki. Friðrik Ómar. Friðrik Ómar, Frómasinn. Frómas. Já, ég las ekkert um að viðtal við hann. Það var hann látið að sprauta sér til þess að hann kæmist upp á svið í Eldborg í Hörpu. Já, vitringarnir 3 eða eitthvað. Með Jókvan og honum Eyþóri. Vini þáttarins. Hefur hann komið það? Nei. Hann hefur komið svo oft til mín í viðtölu á X-inu en hann væri ótrúlega góður gestur. Ég hef gaman að vitringunum 3. Veistu? Þetta er orka. Þetta er Jókvan, þetta er Eyþór, þetta er Frómas og Tom York. Andstæður. Ég myndi sko ekki neina að mæta þetta. Nei. En ég samt svona held með þeim einhvern veginn. Já, ég líka. Það er einhver húmorum hefur séð. Ég ertu með það á Instagram. Nei, með Eyþór. En ætli, sko, nú er Frómas, Jókvan. Er Jókvan sko ekki að skipta einhverju máli en ég bara hugsa þetta áður. Er hann gay? Já. Nei, okay. Hann á konu. Já. Sem er ekki skegg. Já, þú veist. Sem er ekki með skeggrútt. Ok, það er gott. Nei, þetta er wholesome orka. Hann er skemmtilegur. Ég var í 30 samlega frænda minnum. Já. Og þá var splæst í í Jókvan sem svona skemmtatri. Já. Fyndin. Já, bara uppið Já. Eftirhermur. Já, fyndin. En allavega, þú ert að fara til Køben og hann er með sýkingu í háls. Já, Tom York sem sagt. Tom York, söngvarinn í Radiohead. Sko, peningarnir sem eru í húfið þarna, hann hlýtur að vera með svona 12 lækna á bara 24/7. Þetta telur á 20.000 manna. Já. Sem er að fara að leggja leið sína í Royal Arena í København. Meðal hans ég. Þannig að þetta kemur í ljós, held ég á morgun hvort þetta verði. Já, þú gerir gott úr þessu. Já. Hei, þú getur gefið mér recommendations. Ítalski veitingastæðurinn sem að eitt félagi minn á. Heyrðu, ég með hugmynd. Við tökum eftir smá pásu og þú tjekkar á þessum stöðum af því að þá kannski fíla hlustundur að fá svona að vita hvað er gott að gera. Svo endar kvöldu á Amigos sem er gay sauna. Gay sauna, ég myndi fara þangað í vettvangsverð. Af stúdíustræði. Ég myndi fara þangað í vettvangsverð. Bara hæstrákar. Ég er lifandi. Já, allir það ekki. Ég er náttúrulega, hvað heitir þetta? Twink. Þar hitti ég íslenskan tónlistarmann. Alveg rétt. Sem að við skulum ekki nefna nafn. Nei, búið það. Við erum búin að nefna það nafn. Þætti 20, við getum tjekkað á þessu. Og Patreon, eða eitthvað. Heyrðu, þannig að það er alltaf 1 milljón hjá mér. Ég er að leigja íbúðina mína út á meðan. Ok, þú ert lengi. Já, ég er svona fyrir morgun og í dag fyrir þá sem eru að hlusta og svo til sunnudags. En málið er að ég vaknaði í morgun og ég fattaði það að gæinn var að koma í dag en ekki á morgun. Ok, ég vona, þetta er ekki kínversku fermaður. Hann er frakki og hann er með góð reviews. Já. Það er nummer 1, 2 og 3. Það sendi eitt gæinn með fyrst, bara hann reyndi að bóka og sagði fyrst Can I smoke on the balcony? I will close the door. Og ég sagði Nei, bara drullaði burtu bara, en þessi frakki er cute og hann er að fara að mæta með syni sínum eða eitthvað, mjög wholesome en ég þurfti að laga baðherbyggis, tjekka á þeim þú sé ekki alveg, þú ding dong, ég er volt hérna, ég er að fara vittlist maður kíkja þess inn
en ég þurfti að laga baðherbergisvask áður en að þeir komu, þannig í morgun var ég komin í Bíkó að kaupa pípulagnir og svo þurfti ég að saga úr skúffunni svo þetta myndi passa sko, Svenni, við áttum mjög mismunandi mótna hérna af því að á þessum tíma varst þú held ég bara vakandi þú veist, já, svona aðsofna og meðan ég var í Bíkó, bara hæstrákar en þetta allavega hafðist og ég brunaði svo hingað og í góðum feeling, en ég búin að vera að passa hús undanfarna viku hjá mammiðinni? Nei, hjá systur minni í Urriðaholti. Ég núna að larpa sem svona útkverfisgaur. Finnst þér ekki næs? Það ömurlegt. Þetta er svo depressing í alvörinni. Þú þarf náttúrulega að vera á bíl sem er mist alltaf leiðilegt. Mér finnst það næs eins og hérna niður í bæ. Ég legg bílnum og ég kannski keyri hann ekki í því 4 daga. Ég er að fjarlæga smiðbæinn. Þú veist. Þú veist það? Ég er að fjarlæga smiðbæinn. Já, en ekki samt í Urriðaholt, það er kannski aðeins að það. Nei, en ég er enga við þetta bílandi atriði að skella sér í bílinn. En svo er engin labbandi þetta er bara eins og draugabær. Það er bara það sem heitir daginn. Ég get settið það að ég er að vinna í þennan umhverfi að það er, ég held að það sé svona, ég ásamt nokkrum öðrum í minni starfstétt sem að búa í miðbænum og það eru mestmægnis konur sem að fá taugafall þegar fyrir þetta í búið miðbænum. Nú? Hvað er bílastæðin? Hvað leggur í bílnum sinni? Fólk og þessi fokkin bílastæði, sko, það þarf að chilla. Og ég einhver svona, ég finn stæði hér og þar og bara ég lifi. Fólk býr í New York, sko. Annarkvært þykir sér vera framhaldsskólakennari í innskólanum eða nemandi, fyrir eftir útliti. Í dag myndi sér nemandi. Nemandi allan daginn, hún er stússi og næk og svona. En þarna og stel stæðum þar og tek stæði að ferðamenn. Sem mér finnst bara finnst ekki flott hjá mér. Mér finnst að vera mannréttindi þegar ég sé Íslendings. Bara vegabrifið á loft, bara drullaði þér, ég er þarna Íslendingur. Sem er að leggja við innskólan og ég segi, I'm a student at this school. Why would you steal my I have to go to class. Take this duster somewhere else. Þá var ég svona fítnifötum. Ég sagði, I'm a teacher here at the school. I'm a professor. Yes. Professor Sven and I'm gonna have a lecture. So can you please remove the vehicle. The duster and fuck off. Já, þetta er nefnilega, það er ekkert mál, fólk býr í New York, fólk býr í borgum og það er einhvern veginn, finnst mér líka alveg galið hvað fólk verður sko heimsborgaralegt þegar þú ert sko flugvél er tekin á loft. Og þá ertu til að kaupa lestakort í hvaða borg sem eða strætókort. Allt í hennu elskaru almenningssamgöngur. Stelpur, því það er ekki bara Subway. Já, hendur ekki bara Subway, það fari bara út í Bakerloo. Ódýrt og flott. Það er ógeðslega gott Subway hverfið. Nei, þarna atriðið þarna í New York. Já, Subway. Fólk finnst það cool út í útlöndum, en hérna er það svona ákveðið svona, þú ert með stimpilöðu fyrir strætó, þá ertu bara öryrki eða bara svona innflytjandi eða eitthvað svona sem á bátt eða eitthvað en þú ert eitthvað svona læri samnefnar af típu. Já, þú veist, fyrir fólki ég horf ekki að þannig ég er oft í strætó, minnst það bara gegja en þegar hann kemur en það er hann þess að en nema hvað að Urriðaholtið, það er hérna bar sem heitir Daginn. Já, það er eitt bar þar og það er líka það sem er svo ánægð með þarna ég minni starfstétt sem eru sko þarna nei, þú verður bara að flytja í Urriðaholtið og ég segi, í alvöru, fólk að segja nei, það er alveg æðislegt, það er bara þetta sem heitir Daginn og skrifa sko svo er IKEA D-I-E-N-N Daginn, svolítið smá Gísli í þessu með næs, nei, þarna Gísli Kokkur því hann er með eigum sko næs, staður heitir næs og Daginn og skál og Daginn það er svona í sama þema hittir hann daginn? Já, ég er bara á skál flottur, hann var leið til Lundunar jú, í underground í pop-upi já, einmitt, alltaf maður verður ekki þreyttur eða fara alltaf eitthvað svona út að elda svo fer hann til Vestmannaeyja og bara kjarna sig sinni orku þann það er orka byrjar allt í Herjólfi byrjar í Herjólfi, eitt síður en þetta finnst fólki alveg frábært að búa til Urriðaholti og fara á Daginn Costco og svo kemur alltaf svo er náttúrulega bara IKEA bara handa við og ég segi, já, lappið þangað nei
Nei, það er keyrt. Það er ekki hægt að labba neitt hérna. Og svo sko þetta smá svona nákvæmt nöldur, en það eru 600 hraðahindranir í þessu fucking hverfi. Já. Og þú veist, bara svona bullshit. Flottasta sem ég finnst við Urriðaholtið þegar þú keyrir inn og það er svona velkomin í Urriðaholtið. Wow. Vistvænt bær. Þú veist, hvað það þýðir? Já, í holtinu. Já, hraðahindranir, vistvænt, vá. Ég að upplifa útkverfis martröðina. Community. Já, þetta er svolítið þannig, já. Það vantar bara hlið og öryggisvörð. Þú veist, ég meina, þau myndu örugglega öll vilja þarna. Og svo, þú veist, þetta orðið svo fucking huge. Það er skóli, leikskóli og það er enda að vera að bæta við. Það er skóli, það er leikskóli og daginn. Daginn og Costco og ICA. Ég borðaði í ICA, nýtti mér hérna staðsetninguna og fór og fekk mér kalkunabringu á ICA. Ég fór á laugardagskvöldi. Hún var góð. Já, það er maturinn í ICA góður í röð. Að segja þér. Það var laugardagskvöldið. Í seinasta þætti var ég að nöldra yfir hvað matur frá veisluþjónustu getur verið ömurlegur. Já, þannig að þú fórst í ICA. Já. Þú fórst svo í partí. Já, svo fór ég í partí. Sko þau sem voru í matabóðinu sem ég var að fara í, þau voru búin að panta mat frá einhverju veisluþjónustu, þurrbringa, allt ömurlegt. Vitað, og þau ekki ánægð. Þau þykjast þeirra ánægð. Það er alltaf mikið. En sko svo á meðan, ég í ICA, juicy kalkunabringa, röð út í raskat. Ég ætla að fara þangað eftir. Já, í þingunni. Já, gríns. Fengið þér þarna desert og svo bjórin ódýr og bara... Ég er búin að segja frá því ég datt í ICA. Já, ég held það einhvern tímann. Áttu svo alla smávörudildan eftir. Verslaður og leiðin út? Kefslega mikið. Keyptir eitthvað? Nei, þú þurfti ekki að leiða upp í heim. Já, ég mitt satt sko. Það er ódýrt vín. Það er ódýrt vín og ódýr matur, fínn matur. Ég fer bara þangað og svo fer ég í partíð. Þannig að þú veist, þetta var statement hjá mér sko, líka. En það var röð út í raskat. Laugardagskvöld, fólki var mætt. Það var svona 600 krakkar, öskrandi. Og var fólk að hella í sig? Einn og einn bjór sko, en fólk var aðalega bara, þú veist, að hella í sig einhverju Pepsi og veist, að því að það er vél, skilur rosalega mikið Pepsi Max. Það er mjólk á krana þarna. Ísköld. Og ég var að reyna að komast í servettur eða eitthvað og það var 2 gælur sem lágu bara í mjólkinni. Það voru bara líka við byrjar að drekka beint úr krana. Það var ekki lagt að svo það lagar. Eða hvað, ég meina, fólk lætur ekki stoppa sig. Mjólk á krana finnst mér vera kriminalhægðun sko, en allavega Urriðaholtið, what a place. Ég get bóðir í mat í næstu viku. Ertu ennþá að passa? Já, ég er alveg þangað til 18. des. Ok, gefðu mig lykil. Konti fagnandi. Og þú getum bóðið fluffu vinkonunum hann á með og það eru margar það. Já, það er bara, það fær afslátt. Ég er að fara fluffu hitting með 2 fluffurheim. Já. Sem er einu önnur býr með þessi Urriðaholtið. Ég fæ lykilin í íbúðinni. Já, kíkja við. Pottur þarna? Pottapartí. En svo er spurningin, húsið er sko ógeðslega næs. En er það worth it? Maður spyr sig. Þú veist, það er tómlegt í stóru húsum líka. Já, og tómlegt í svona útkverfis stóru hús. Það er engin labbandi úti. Ég er svist á efra hæðinni og kærast hann á neðra hæðinni og ég er svona, hæ, ertu þarna ennþá? Eða skilur, þetta er svona, halló. Ég er ekki hrifin, ég er bara bæjarotta og það er í góðu lagi. Bæjarotta í litli íbúðinni. Já, sem ég elska. Mér langar ekkert í stærri íbúð. Það er bara magnað hvað mér finnst það kósí. En fólk vill bara mismunandi hluti og ég er ekki að fara að sannfæra fólk um að það sé betra. Það er bara að henda mér. Auðvitað hendar það þér. Jútti bróð. Og þannig að þú veist, fólk bara fer til Eyja, býr þar eða Urriðaholtið og ég verð bara inn í bæ að leita stæði. Allan daginn. Hvað með stæðin? Hvað með stæðin? Pældu samt í því hvað þetta er fáránlegt hvað fólk hefur áhyggjur af bílastæðamálum. Það er eitthvað sem miðborgarinnar. Sem býr ekki þetta eins og. Nei. Bara fólk út á landi. Sko. Hvernig er þegar þú kemur heim frá Ameríku? Þarftu að leggja bara við í skóla og lappar bara heim til? Já, bara já. En hvað með veðrið? Bara já, úlpu. Þetta er frekar basic. Herðu, eigum að taka smá pásu. Já, það koma aftur. Já. Við þurfum ekki að fara yfir einhverjum hluti sko, mér langar eftir pásu bara svona til aðeins að fara yfir þetta mér langar að fara í þína viku eftir pásu svo langar mig að fara í Svenna meðmæli í Köpen það er svo mikið að stöðum þetta enda allt saman á Amigos geisálinni allir vegir liggja þangað
Syndaselir. Ég var að fatta að við erum ekki einu sem er drikk. Sko, ég er með drikk, en ég veit ekki það er fundur uppi. Það er eiganda fundur uppi og það er svo, fólk sem á hluti geta verið svolítið ógnandi. Svona. Það er skrítin orka. Já. Við erum á veður, við erum glimma. Ég fekk áminningu í gær. Við erum í kjallaranum. Frá einni stór vinkunum minni. Já. Þetta, hún var að segja við þurfum að vera duglegri að nefna að við séum á veður. En, en við erum alltaf á veður. Já. En við getum alveg nefnt það líka. Þannig að við erum á veður. Já, og það er eigendafundur á veður. Gjör svo vel vinkuna. Já. Já, það er alveg fínt. Og ég líka bara að sjáta á þetta. Þetta geggja bara, þú veit ekki jólalegt. Já, það er búið að æla yfir. Ég sendi mömmu helgina. Já, var hann ekki á hann. Það var hún var í saumaklúbshitting. Já. Það byrjuði snemma. Það fór í hádeginu. Fröken Reykjavík. Sem ég er að fara út að borða þangað á Laugardal. Nú er ég að fara þangað. Já, nú kemur að því. Já. Ég er að fara með í það Station helgi á Sveg. Let's go. Fara eftir yfir það. Líka hér, Köben. Já. En sko, vá hvað það voru húrrandi, sko, syngjandi ánæðar með Fröken Reykjavík. Það var eiginlega enginn þarna sagðan. En maturinn frábær. Þetta er smá laumustaður. Fröken Reykjavík. Þetta er hótelstaður. Sem að þeir eru oft svolítið faldnir, sko. Já. Eiga það til. Þetta er víst bara með betri perlum. Já. Reykjavíkur. Svo ætlaði þær á Lóla. Ég mældi með Lólu. Í drikk þá? Nei, í mat, já. Já, þannig að það tóku lönns. Lönns í Fröken. Þetta var alvöru saumó. Villi drikkur á veður. Alvöru saumó. Já, ég sendi það hingað. Og svo Lóla, ég mældi með, ég sagði, ég geti farið á Lóla. Ég hef ekki farið, en ég heyrt góða hluti. Heyrðu, þá er eini í hópnum sem að sagði að hún hefur heyrt ekki góða hluti. Lólu mína? Já. Þannig að þær fóru á Sumac í staðinn. Solid. Já, það er solid. Fyrir saumó. Já. Og það voru svo miklum ham eða fótt drikk leið. Ég sendi það líka á Amadorn. Já, fóru þær þangað. Já, líka. Þær gerðu það. Já. Þær dingluðu á pjöllinu. Já, þú veist, að því að sko þetta er saumaklöpur. Þetta er konur úr Garabæ. Nei, það eru Hlíðunum þetta upprunalega. Þú veist, þetta eru ógeðslega skemmtilegur vinkonuhópur, sko. Tannlæknirinn minn er þarna og kona sem átti eldofnin hann í Grímsbæ. En þau seldu svo. Konan hans leikara. Já, Eva. Það. Þekkirðu Eva? Nei, en ég þekki til í kringum þetta. Ellert leikari, maðurinn hennar. Þetta er skemmtilegt par, þeir eru ógeðslega skemmtilegt. Eða svona hjón. Já, það var fjölskyldur. Nei, nákvæmlega, það var fjölskyldur. En þau, sko, þetta er smá, svona, þau komin svona, ekki að eftirlauna aldrei beint, en þú dórnir 60-65, þá kannski nennir maður ekki að vera 24/7 veitingastað, þú vilt bara fara til Ítalíu, þau eru svona Italiano Files eða hvað sem það heitir og fara þangað og kaupa kaffið og elska að vera þarna Flórens og svona, og þá er bara fínt að fara aðeins að vera að hugsa um einhvern veitingastað, ég skil það. Þetta er fólki sem að vaknar og hugsar lífið er betra á Ítalíu. Ég ætla að fá mér einnig espresso á Ítalíu. Og ólífólju espresso. Heyri, þannig að mamma var hún ánað með þarna þannig að þau fóru ekki á Lólu, fóru frekar á þarna í Sumac, endur svo Amadorn, það var svona þráins þema. Heyrðu, það er rétt. Já, það er svo skemmtileg orka yfir skemmtilegum saum og klúbbi, finnst mér. Af því að mamma hringdi í mig, sko, og ég var á spíkar í bílnum og það voru bara gaggandi. Danni, hvert er að fara? Þú ert svona típa. Já, ég gæti fara að Amadorn, ég skal hringja undan og það er svona spesial og svona, gaman. Flottur hann Danni. En hvernig var þín vika, Svenni minn? Hún bara mest megnisróleg að mig minni. Þú fórst svolítið í flug. Já, ég var bara að vinna. Já, það var vinnuvika. Þetta var vinnuvika mikil. Já, vinnuvika. Já, ég í raun og veru gerði ekki raskat í vikunni, en tók það upp í gær. Þú bættir það upp í gær. Já. Þannig ég fór út að borða skal ég segja, ég fór í drikk í fyrradag, 3 drikki. Ok, hvað það er eitthvað? Yellow wine þimmi. Ég sá það í story. Yellow wine. Sko, ég veit ekki af hverju. Do you have like an orange wine? It's made of orange. Það fer smá í taugatuna með þetta gula vín. Sammála. Þess vegna fannst mér úkast að fylgta að taka svona yellow wine þimmi. Já. Og ég fór á vínstúkunni og ég sagði, ég ætla að fá yellow wine. Já.
og þau bara, og það bara ekki máli já, heyrðu, ég meina æðislega hérna, óbærslega skin contacted vín ég meina náttúru, það veist fjósalyktin alveg sko. Viltu fá svona skrítið vín? Já. Ég segi já. Komdu með mér í ferðalag og já, taktu mig með í ferðalag. Gula vínið. Já. Þú ferð þangað. Og það búið jólaskynum þar. Í stúkunni? Já. Ég ætla að kalla það stúkan núna. Stúkan. Hei, það er svona nýr sportbar. Ég veit það. Stúkan og vínstúkan. Já, sem rétt við. Ég bara tala um daginn. Já. En við sjáum hvað sittur. Já. Þarna ég, og svo þarna ég kíkti á skál. Í dinner? Já. Ok. Bara þar. Og fekk mér einhver svona lamp. Já. Sem flott. Bara allt solid. Og það einhver svona karva ceviche. Fínt. Ég smakka báða þessar rétti. Þetta mjög solid. Þetta svona sem þú myndir fara í. Þar fekk ég mér líka yellow wine. Jésús, Keli á barnum bara komdu fagnandi og Heiðrún vínkona þarna já, Heiðrún vín, sérfræðingur djúvillig hlakkaði henni þegar þú pantaði gula vínið já, ég fekk einhver svona vín og hún sagði mig frá því og það var fekk vín frá einhver manni og hún þekkir eigandan og hún þekkir hann já, nei, hún þekkir hann ekki en eigandin er sko borderline þroskaheftur það er geggjað og hann fekk einhverju vínegru og ég bara, já, heyrðu það held í glasið já, ég elska vínu til þroskaheftu það er akkurat vínu sem ég vil varst ekki þetta sagan sem ég bjóð til á dill? Jú með þarna ég desert gigið nei, ég er að röggla saman sem ég lauga væri þroskaheftur sonur þroskaheftur þetta væri þroskaheftur sonur að barnabarn gæjan sem býr til þetta Býtu, já, hvað er með það? Og ég byrði til eitthvað rísa sög einhver svona, já, and then he's like a retarded his grandson, so he is like makes this and he taps the bottle so jari, það er bara lígi það var lígi frá upphæðu til enda bara fólki á dill fólki á Michelin stað að fá okkar bull þetta vermúð, geggja vermúð og ég á komin eitthvað rísa búin að fabulur eitthvað rísa sögu það að, já, þetta væri hann var eitt þroskaheftur barnabarn gæjan sem býr til það og hann sem tappar alla flöskunnar fyrir hann var bara búin að vera ekki að sjá we can see the label, bara here he is the retarded grandson of this winemaker makes la og það mátti ekki segja sér vond nei, af því að hann er náttúrulega þroskaheftur þegar ég fer á Oaks og það er verið að henda út þessu vermúð í dessert og fæ bara þessa sögu and then he's like this retard því ég bara I know this story það er ekki þessu sögu ég kann hann utan að og ég bjóna til sagður það? Nei fokka það við þessi saga er ennþá að ganga mannstu hvað það vermúð heitir? já þetta er geggi, ég manni hvað heitir en þetta er ógeðslega góð vermúð þú getur farið á hvaða bar sem er í Reykjavík og spurt the retardation wine I will have the retardation wine with the red tappi og þá kemur gæinn bara, heyrðu, já, þetta er geggja vín eða vermúð og ég var komið einhver sko, svo var ég mjög búin að bljúa mig til staðsetning, þetta er eitthvað ítalsku vermúð og ég var eitthvað, já, þetta er bara eitthvað svona, svo var eitthvað svona shit, hvað hann hefur segið þetta shit, það var eitthvað já, býti, hvað er Víkingur eftir? Já, Brescia, Ítali Brescia, svo nákvæmur Norður Ítali þetta var bara eitthvað sko, ef þú nefnir stað ég var búin að ljúga mig til að það var þroska eftir Brescia gæjan sem ég var búin að ljúga mig til staðsetningu, þetta er frá Suður Ítali sko, ef þú segir einhvern bæ á Ítalíu sem enginn veit hvað heitir þá er það selt það að 90% fólkinu sem að drakk hana vermúð frá mér fannst bara sagan betra en víni já og að því að 99% af víni er í rauninni stemmingin og sagan og lígi skiptir ekki máli að því að þetta er placebo, þú bjóst til söguna þau trúðu sögunni og þau upplöfuðu það þannig ef þú ert að tala um bara vín og líka koktela saga koktelana til dæmis bara, þú veist Ernest Hemingway þarna partíið og bara fullt af sögun sem er til þetta er allt saman lígi þegar ég held kokteilnámskeið þá segi ég þetta ég segi bara ekki trúa neinu sem ég heyrið því að allt saman er kenningar hvaðan kemur orðið kokteil það eru allt bara kenningar hvenær var fyrsti kokteilin gerður eða bla 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 þú veist, þetta er allt saman bull ef einhver ætlar að busta mig þá segir maður, þú ert að ljúga með hennan þroskahefta þarna ég er barnabandið þannig í Norður Ítalíu þú ætlar að segja, nei, þetta er kenning í Bersi, já, þetta er kenning hann var smá eftir á þessi víngaur ég lagði fram kenningu hann var smá sló en já, þetta er sko, barþjónar elska bulla í fólki og maður það bara að
og fólk kanarnir bara já, guð minn góður hvað þeim fannst gaman því var bara, and then we have this retarded grandson of this guy, þeir bara, are you allowed to say this in Iceland? Ég bara, yes, of course, but don't you worry about that. The more you say it, the better. Yes, já, og svo seize the moment, guys. Use it. Já, og þú veist, og svo einhver bara, yes, the word cocktail comes from the French word for eggjabikar. Cocktail. Já. Þú veist, þetta var bull. Það bara til úsöllu. Þannig ég fór þarna skál og fekk mér þetta fína vín. Svo fór ég heim að því ég var að vinna morgunin eftir bara fyrir náð, langaði ekki að fara heim, það var svo mikið stemning það var Ari bakari, fallaði sér bakari heimi já, sem bakar fyrir 280 bakari já, 280, akkurat, sem að ég fór daginn já, ég nefnilega að fara þangað eftir ég ætla að fá mér það komin einhver svona jólabólla pósin þeirra virkaði ekki því ég fór þannig að þú veist það frýtt hann sagði, þú kemur bara að borga setna þú verður að gera það ég bókstæðlega að fara að gera það eftir hann þá af því að þetta var fyrir akkurat viku og ég sagði ég verði þetta næsta miðvikudag ég kem og ég borgaði hann 2.000 skall það Beggi sem að var framkvæmdastjóri í UNICEF hann þarna afgreiða hann ætlaði ekki afslátt daginn ég sagði ekki gefa mér afslátt hann ógeðslega næs, það var heldur gæinn sem að þú veist, hann var bara eitthvað, ég sagði bara eitthvað já, ég bý bara nálægt, ég kem bara að borga hann bara eitthvað, já, ekkert stress, þú kemur bara að borgar þú veist og þetta svona, hei, við erum að sjá lokali við erum að reyna að fá svona vinalega stemningu ég ætla að labba mér og sjá til þessu borgir eftir ég að fara að gera það, allan og engin afsláttur nei við borgum uppsettverð 20% afsláttur og 2.000 kalli það væri samt sætt 1800 kall flott en já, þarna var með sexy bakari á Íslandi að falla þessi bakari, að það er líka svo góður þarna var svo fleira fólk komið Gústi bakari labbaði og það komið stemning á skál og ég sagði djöfull en ég þurfa að hætta í mínu yellow wine ævintýri bakara þema hana mikill bakara þemi og þannig ég fór að vinna morgun eftir en svo fór ég í gær þá fer ég heim til mín eftir vinnu legg mig smá svo kík ég út þarna þurftur ekki að fara svo að vakna daginn eftir í vinnuna nei, þarna kom frí spjald og veistu hvað næs að koma heim til sín og við erum eitthvað, ég ætla að leggja mig áður ég kíkja út eftir svo vaknaði ég og var eitthvað leiðsmaður sem ég verið þunnur ég vaknaði bara einhvern 10 lit eitthvað svona tímamismunna ekki einu svona tímamismunna bara, þú veist, þetta var bara vinnudagur sko. En að því sögðu þá vaknaði ég og hugsaði já, ég verða að kíkja út þannig ég fyrir góða sturtu henda mig góða ylvatni sem ég keypti í gær nýtt shit shower shave shit shower shave, bara í orðsinsfylstu og ég gerir mig glaðan dag fyrir í lakkskóna mína sem ég keypti pússaðir já, vel pússaðir og hugsa, nú kík ég út en ég fór út og hitti samfélkingavinkunum mína sem var með okkur í Eyjum já, Sigrún hún er skemmtileg, mjög skemmtileg já. Og þarna var Fanny Dóra líka kokkur og hvað er hún að kokka? Hún er, talandum við, þurfum að fara í það eftir hún er einn af þessum frábæru kokkur sem er komið bara í eitthvað mötunni já, sem er svona gól hjá mörgum kokkum sko. Og þannig að hún er í mötunni hjá Vís eða eitthvað og ég fyrir að hitta þar að kalda sittum þar, hittum Gogga alltaf í stuði flottur ég hef aldrei hitt hann ekki í stuði Goggi á kalda hann er húrrandir og ég var að segja hann, Goggi, þú ert að fá þér svona þú ert svartu maður, þú ert að fá hvítan ból við erum denim, ég var ekki svona farin að ég var stuðið kennunum, var hann ekki ánaði með ráðleggingar ég sagði þetta er flottir því svartir menn í hvítan ból sem verður svo fresh og tennurnar lúk alltaf svo hvítar ég öfunda það líka og þannig að djúvill er hann flottur hann ekki ekki og hann var að fara yfir hann er með eitthvað skóla, við þurfum að fara í gegnum að setna eitthvað svona þjóna eitthvað svona að fara í gegnum eitthvað svona ég tristi honum alveg fyrir að kenna það bara kendi okkur allt sem þú kannt nákvæmlega og þannig hann í raun og veru byrjaði hann sko var maður sem kendi mér fyrst að vera barþjónn árið 2005 bara GOT og á línuna 20 ár síðan shit, hann er búin að vera mikið mojito mikið mojito og svo kenda þær að gera mojito og dansinn sem hann dansar sem að ég man ekki hvað heitir brasilíski tango en þannig erum við og við sittum og það er ógeðislega góð stemning og ég gleymi því alltaf hvaða er geggjuð stemning á virkum dögum á Kaldabar og eiginlega bara vinstúkunni líka og bara öllum þessum stöðum já en þú veist vinstúkan sem smáður með allri vinningu fyrir vinstúkunni á vinstúkan til að vera eins og svona
Já, svona atkvar bókasafsfræðinga á virkum dögum. Já. Það eða lesbíst bókakaffi. Það kannski það eitthvað svona Nora Jones á fóninu stundum. Já. Nema það Elsa sem þarna. Já. Sem bara hip-hop kona. Já, þá... Og líka Steinar. Svo eru sumir starfsmenn sem að gleyma sér aðeins í Nóru Jones. Já, og þá verður þetta hvað, lesbíst bókakaffi. Já, fyrir lesbískir bókasafsfræðingar. Vá, það er bara loksins það er með atkvarf, segja nú bara. En það er fínt fyrir það að geta verið þar á virkundum. Já, en svo líka, bara, ég verð að skjóta inn í að það verður líka oft svona geggjubransa stemming á vinstúkunni á virkum líka, en það er kannski bara inn á milli, skilur við. En Kaldi er alltaf í stuði á virkum. Kaldi er flottri virkum og við sitjum að það erum bara ekki að spjalla og ég er eitthvað þarna, og ég er eitthvað svona, vá, hvað er eitthvað næst hérna, Svo situr eitthvað fólk þarna á kantinum, einhverju fastagestir og bara rosa ánað og svo kemur einhver maður inn og ég horfa á hann og það er píanó að Kalda. Sem er hættulegu leikur. Sem það er bara að læsa. Já. Hengilás. Já, og ég sé þennan mann kom inn, svona maður hann verið svona leðurfötum, leit út fyrir að vera eitthvað svona nýkomin af Honda hitting. Já, svona Honda þarna í móturhjóli. Bifhjóla maður. Já. Og ég sé einhvern veginn að hann byrjar svona að gera sér líklega sem fara að mynda þetta píanó og ég byrjar að horfa á það hýrum augum og svo byrjar hann og það er konsert. Fuck me, maður. Og þetta var ekki það bara slögt á tónlistinni. Og þetta var ekki, þú veist, dörr einhvað sing us a song. Nei, þetta var eitthvað svona þetta var svona Eldborgar Tom York eitthvað. Já, svona, hann var á Eldborg. Já. Og þú veist, hann lokaði augunum og hugsaði sér að hann væri á flíklinum í Eldborg með Víking heiðari. Bara hinum með við píanói bara, já. Sko, er tónlist á Kalda? Já, það er nefnilega, það er tónlistar og það var skemmtilega með svona 90s hip-hop stemning. Mario, Let Me Love You var fónunni því labbaðin, geggjalag. Það þurfti bara slökk á því þegar hann Let Me Love You, svo bara byrja maðurinn. Ég sett af Instagram á okkar. Þannig að þú gerði það á syndasili. Gott svona plugg fyrir Instagramið. Þarna sjáu þið svona hluti sem við látum í story. Ég var alltaf þegar ég fekk mig gulvín, þá það setti ég það á Instagramið. En ég ætla kannski að gá hvernig ég nái smá lagbút úr þessu. Og ofbeldismadurinn á Kalda, píanóinu. Og málega að við þurftum frá að hverfa. Planið var að kíkja í eitt drikk, hinga á viður. En við fórum fyrr, hann áallar var. Og ég ætla að gá hvernig ég ná byrju. Já, sett í. Alveg í. Heyrist þið það? Já. Þetta eru feilnótur, sko. Já, honum fannst þetta ekki. Hann er ekki einu sinni að gera þetta ágætlega. Gæti verið að vanstilt píanó. Nei, hann hitt ekki, sko. Ég horfði á þetta í gær og rittist. Þetta tónlist sem maður er þú. Þetta var bara hryllingur. Þetta var hræll. Heyri, en versta var að það var hópur í hotninu á Kalda sem að, sko, þau halda að þau séu ógeðislega kultivírsurit og flott. Þau halda á Kalda. En in the end er þetta bara fyllibittur. Auðvitað. Og þarna, sem er alltaf góður. Þau eru að vinna í skáldsögu. Þau voru, já, þau sátu þarna og fylltu svona lotningu yfir sem ókunna herramanni. Og ég fór bara út og fekk mér Beyond Blue. Og áður en við fórum þarna. Svo kælaði bara. Já, og ég heyri í þeim bara eitthvað, fuck, hvernig geggjar. Svo kláraði hann þetta, sko, þessi lagbútur sem ég er að spila hérna úr, þetta tók hann svona 10 mínútur að klára. Já, það var verk. Þetta var verk. Og svo heyri ég þannig búin, þá heyri ég þessu fólki. Og svo heyrist meira og ég bara, nei, þannig ég fór að snöggra ekki sígarettuna, fór inn og þá er hann byrjar aftur og ég horfi svona íllum augum á sama lag á þessa fyllibittur sama lag eða? Svipað. Já, svipað. Já, það var svipað þemi. Auðvitað styrkjaðu þessa hegðun. Og þannig að ég eitthvað svona fer og þá fer ég fússi og borga reikningin. Þau ekki að hvetja ég þarf að fara í hann. Og það sem er mjög vest við þetta fína starfsfólk að Kalda, þau létu bara hennan hræðilega ófögnuð. Þú veist, það sást á mér og við erum,
ok, það voru kannski ekkert margir þarna. Þetta hópurinn þarna sem að fannst þau vera ógeðslega flott. Skáldin. Sem að klöppuðu upp. Þetta píanóleikarin, svo einhver fólk í hotninu og svo erum við 4 þarna. Og við erum að drekka bjór. Já. Ég virku neitandi að fá mig bjór. Einmitt. Heyrðu, svo byrja þetta, ég svona segi eitthvað svona, heyrðu, þetta finnst mér ekki alveg nógu flott í þarna stemning. Já. Þau ekki, nei. Já. Ok, ekkert mál. Svo bara leyfa þessu manni að taka þarna mörg vers og hann að ég fer og ger upp reikningin og ég segi eitthvað svona, þú veist, ég bara láta ykkur vita að ég að fara út af þessu manni hérna. Já. Sem á þessu píanói. Rammfalska píanói. Mjög fair. Og þeir eitthvað, já. Þannig og þarna held ég að þessi maður sé einhver ferðamaður. Þannig ég einhvern labba til hans og segi einhver svona, þú veist, þetta ekki lagi. Já. Og hérna myndi bara ekki skilja. Þannig, þú veist, þetta var svona mitt til þess að geta fengið bara útrásina. Já. Skilja. Lítur greiði maðurinn á mig og segir, var þetta ekki lagi? Æ. Og ég urlast úr meðvirkni. Auðvitað. Og ég nei. Og þarna Fanny Dóra Kokkur, chef í chef, hún segir við mig, Svenni, út núna. Bara ekki meira orð. Já. Bara þú byrjar að grafa ykkur á hólu. Já, af því ég ætlaði að vera eitthvað, nei, þú veist, ég var svona kortir að fara að vera eitthvað svona, ég er með smá cash hérna. Já, viltu ekki taka þetta aftur? Þú myndir setjast á gólfið. Ég set eitthvað, stelpur 4 bjóri viðbót, þannig að hún mána eiga það, hún svona reyð mig brút. Já, þú varst byrjað að grafa meðvirknishólu. Þá fór ég hingað. Sko, ég vil líka minna á að þessi maður leit út fyrir að vera í móturhjóla gengi. Já. Sem að svo steikt, sko, en allavega, sem að hefði alveg verið fyndið ef hann hefði komið inn og tekið, þú veist, Kim Larsen og gítar. Já, eða bara þess vegna bara piano man, fuck it, skilur. Hendum bara í klísjuna, skilur. En herri, beint á veður. Klifti það, ég fyrir að veður og ég segi bara, ég þarf að fá mig bara espresso martini sem nýjasti go-to drikkur. Hann góður, hann vinsæll út af góður ástæðu. Ég þarf, þú veist, þarna ég líka með þreyttur og ég eitthvað svona, ég ætla að fá mér espresso martini, drekka neitt 2 sopum. Já, enda þetta 2 sopa drikkur, sko. Og þarna ég aldrei skilið í fólki, þá sérstaklega kvenfólki, sem situr og sípur á. Hann líka ekki góður volg, eða þú veist, hann þarf að vera ískaldur. Þetta bara eins og bara kaffi, finnst mér. Já. Þú ætti bara skettunum í þig, fá koffínið, fá vínið. Og bara beint í næsta. Já. Þannig ég fæ mér að espresso martini, svo fæ mér eitthvað smá bjór og... Hérna veður. Já. Og þetta klukkan orðin svona 12:30. Já. Og ég bara búin að eiga stefnumót við vinkun okkar á Írskabar. Já, ónefndu vinkununa á Irishman bar. Já, þar sit ég aðeins svo lengi. Fekk að vera í eftirsetu. Var ekki eitthvað spiladæmi? Já, þetta var eitthvað svona, yfirskriftin var spilakvöld. Já, þú veist, bara til að segja eitthvað. Já, þetta var svona, já, krútlegt bara. Já. Ég var að spilakvöld. Trivial Pursuit. Nei, við hrundum í það. Já, auðvitað. Já. Eftirsetu fylleri, við höfum nú oft talað það sem með því skemmtilegra sem þú gerir. Besta fyllerið. Já. Þetta var veipað inni. Sjálfsög, innismókur. Já, ekki sígarettur. Nei, veip, innismókur, inniveip, segjum bara. Inniveip. Og ekkert spil. Ekkert spil, en mikið drukkið. Og alveg svona, ég var svona orðin svona eitthvað, svona, þannig slá ég eitthvað. Og svona fara hana, þú veist, þetta var ég og einhverja konur. Já. Það voru byrjar að tala eitthvað sem ég finnst ekki nóg skemmtilegt. Það bara læti ég bara í mér eitthvað svona, leðilegt. Já, ekkert að fela það. Já, og það er eitthvað, sorry Svenni. Já, tölum hvað myndur við vilja tala um? Tölum bara eitthvað. Tölum, já, ekki aðna túr eða eitthvað. Þannig að þarna var ég alveg fram með tröllu og það var bara ógeðislega gaman hjá mér. Viltu viðurkenna hér í þessum þætti hvað varst lengi? Nei, við skulum ég var þannig lengi að ég hugsaði því ég var sofnaði. Ég mun hringi Danna og láta vita að ég mæti ekki. Já. Sem að sko, svo fyndi mig það allt að ég get alveg verið oft svona súr þegar það er eitthvað svona hætt við last minute nema með þig. Já. Ég held að sé að því að þátturinn heitir Syndaselir. Já, þannig að ég alveg smart að vera on-brand. Já, eitthvað Svenni svaf yfir sig vegna fyllirís. Já, það er bara þátturinn. Það er bara mínúta að mér segja, heyrðu, Svenni var alvöru Syndaselir. Nei, þú komst, það. Þetta kom ég. Og bara þunnur og flottur. En svo er þetta líka, við eigum að þau sko, ég hugsa að við höldum okkur við það að við erum bara aldrei með neitt styrktar aðal. Það var svo gaman að fá smá pening sko, ég er svo blankur. Ég veit að þannig, það er bara geggjað að vera ekki með. Spons.
Við þurfum að finna spons sem að skýt saman. Já, minnum á frostna vöru frá Garra. Og kryddin frá fast. En ég get til þess að sagt það að við erum að pæla einu verkefni. Já, vídeóverkefni. Já, sem að gæti verið gaman. Já. Við getum fikið spons út af það. Og við erum með þetta í svona hobby. Hobbykastið. Ég segi spons. En við vita fáum eitthvað spons. Við erum þú veist, þó verður ekki með 5.000 kall, sko. Þú veist bara. Og veður svona hálfpartinn spons. Já, þetta ég meina spons að fá að vera hér. Já, og fá hérna drikki. En drikkuvikunar, ég kom með svona hitabrúsa. Já, við skulum taka pásu. Ég held að fundur þessi búin. Við skulum bara fá drikkuvikunar. Já, græjum eitthvað flott. Já, ég get ekki verið með kaffi í brúsa. Nei, við erum ekki kaffibrúsakallar. Svo nærandi og gott að spjalla við Símon. Já, það nefnilega við duttum á hálftíma spjall. Við ætlum að fara upp og segja drikk sem drikkuvikunar sem er brennivín og 90 ára jólaklögg 90 ára útgáfan af brennivíni sem að smakkast. Það er 90 ára útgáfa af brennivíni sem að er búin að vera 18 ár í flösku sem er einhvers konar nýleflaska splungun í flaska en hún hefði geta verið í annari flösku þarna á að selja kannanum. Já, þú smakkaðir bæði ekki einasti bragðmunur. Nei, alveg eins og liturinn alveg eins en ég fer með þetta, ég er að fara náttúrulega í jólastopp til New York yfir jólin. Það er ógislega næs. Ég held að New York skora ég á okkar mann í Brensa hann Joe okkar maður. Það er Bandaríkja. Já, þú veist, en að gefa okkur brennivín. Já, og þú getur tekið með og hitt írsku vinnina og O'Donoghue. Já. En mér finnst mér finnst hljómúkslega vel að vera í New York yfir jólinn, geta horta Home Alone 2 stótti í þannig fíling og ég held að það sé bara magical, getur fara á Rockefeller Center það er svona og veist það má allt í New York. Ég elska þú finnur ekki stað þar sem hægt að finna mikið magn af ótrúlega skrýtnu fólki og það má ekki þannig. Ég geti farið til New York, horta jólatrið í Rockefeller Center og skautasvellið og allt tekið út með tippið. Já, og það er alltaf bara eitthvað it's just like a New York weirdo. Og sérstaklega í alvöru. Sérstaklega í neðanjara lestinni. Já, það er allt frjáls. Ég sá vídeo í gær. Það er ekki búið að MeToo á þessu borg. Nei, ég sá vídeo í gær af konu vera með svona þjöl eða svona eins og með neglur. Hún var að nota það á undir á ylina að skrapa af dauða húð í lestinni. Þess vegna myndi og þetta finnst konunum geggjum. Þú veist, þær get ekki fyrir sér lítla líf tekið fjarkan í miðbæinn. Nei, alls ekki. Gulu lestinni eins og Gísi kalla hana. En þeim finnst geggjað að sitja í Subway með einhverja húðflexur. Þetta er mikið kúltúr. Þetta er svo mikið kúltúr. Það var svona fjall af dauðri húð undir, það sem hún var. Þetta er bara svona staðan, þannig að eitt sventippi er bara basic. Ég er bara út með sventila. Út með sventila. Ég verið Rockefeller. Heyrði, ég ætla að gefa þér eldsnögt, af því að við vorum að tala við fljótur að spegja, já, að því við vorum að tala við Símon, við ætlum að halda árshátíð Syndasela. Og veistu hverju fá að koma í þessa árshátíð? Við tveir. Það er við tveir, Svangvít, Símon, ég hugsa Maja. Já, ég segi bara Víkingur og... Já, vá, hvað, já, ég segi bara... Víkingur, sorry, fyrir ekki. Víkingur er, þetta er Víkingur, þetta er Rafn. Við erum með, ég segi Dresikokkur, þetta er Martin, Breski, Lorenko, Da Silva. Þetta er, Stjáni okkar. Stjáni. Þetta verður flott árshátíð og hvað ætlum við að halda hana? Við ætlum að halda hana á Kristall Club, nýri bæ, Tryggagötu. Já, ég nefnilega vil, bring back Stripstæðin. Já. Í alvöru tala. Já. Veistu hvað ef það væri ennþá Óðal, sem ég var að vinna á í gamla dag, sem var 2006 er núna sem er Gilligokki núna að það veri ennþá, þú veist allir þessi staðir sem voru við á grensasveginum, Goldfinger, Geiri, þú veist, talandum Kópavógs príðið ángríns, í alvöru, þú veist,
og ef það væri ennþá svona strippstaða stemning, ég væri við hvert einasta tilefni. Bara, ég ætla að fá mér eitt bjór. Til bara við barna strippstað. Nákvæmlega. Ég var að lesa gamalt Bleikt og blátt daginn og það var verið að fara yfir svona strippkeppni. Þannig að það var að finna strippara ársins. Þetta var haldið á Þórskaffi. Það var haldið þar. Og það var svona... En í alvöru talað, við verðum að laga þessu löggjöf sem var það var sett bann við þetta. Ég kalla þetta pole fitness. Ég var að vinna með einnig sem í pole fitness. Já. Þetta bara, við köllum þetta... Hún harspurur í nú, hvað? Það var vinkona mín, hún var eitthvað ofan á öxlunum með fætið, hvað ert þú að þvæla, skell? Já, orgía. Hún eitthvað, nei, þetta pole fitness. Já, þú strippari. Já, nei, pole fitness. Þetta svona... Já. Staður við geta heitið bara pole fitness. Og það eru bara pólskar gælur. Og það eru bara pólskar konur, pole fitness. Hell yeah. Og rosa mikið af súlum. Já, og það eru góðar. Þetta ekki bara eitthvað svona lazy strip, þetta flott strip. Ég var svo ringlaður þegar ég var að vinna á Óðal, sumarið 2006. Þá var ég að vinna á Kaffi París, svo tók ég vaktir, nætavaktir á Óðal. Og sami eigandi, Gretar eða eitthvað hittan. Og ég er nýkomin úr nýkomin einhvern svona homma í mig eða nýkomin í skápnum nýkomin í homma í mig það var nýkomin homma í mig lélegasti homma á Íslandi nýkomin homma í mig og ég er mættur þarna á nætuvaktina á Óðal þetta vakt frá þetta var vakt frá svona miðnætti til 7 morgunni fullkomin starfsmaður á strippstað bara eitt svona samkynniður já, þarna var ég Twink þarna varst það Twink og ég er þarna og þær ég letar vita leið eitthvað, halló, my name is Sven, I'm gay. Já, bara I have no interest in you, no worries. Don't you worry about this, madam. Eitthvað. I am not gonna touch you. Og ég var svo ringlaður, ég eitthvað svona, þú veist, og þarna kom sakleysi í mér, sem að skríti ég að vera svona sakleysa þegar það var bara vandræði að gerpi. Nei. Jú. En ég var eitthvað, ég er bara vitlaus. Því ég var eitthvað, akkur erum að selja þetta Kaffi París, þarna ég Móta Chanton á, þú veist, 50.000 150 skallir. Miklu dýrara skildi ekki neitt. Ég bara rosa álagning gera þetta. Já, hvað er þetta? Já. Hvað er þetta? Svo kom bara einhver tannlaus maður og var ekki Móta Chanton. Og ég svona, farið bara niður á Kaffi París og það er eitthvað svona þannig. Það hefði getað verið Piccini þess vegna. Það hefði getað verið Jacob's Creek þess vegna. Þetta hefði getað verið Jacob's Creek. Þetta hefði getað verið bara á 150 skall. Vasklas. Og þú færði þarna dömuð með. Já. Ég, rosa álagning. Já, og samt eru menn að kaupa þetta. Svo var bara eitthvað Sara, eitthvað svona, þú veist, en að koma með kampænið. Þetta var ríkil. Þú veist, þegar við opnum okkar strippstað, það er ekki vændi. Syndasels strippstað, það má alveg vera. Þú veist, ef það er, þú veist. Þær með að gera það sem að vilja, en við erum ekkert að blanda okkur inn í það. Við ætlum heldur ekkert að græða á því. Nei, alls ekki. Það er með að hins vegar nota posan í það. Komdu fagnandi í posan. En ég er þarna til í þetta að þegar við opnum okkar fitness pólskar konur svona hljómar er svo rækt líka svartustu já, bara gegja og fólk kemur bara í fötunum já, þá gerum við vel með okkar konur að því ég fatt að þetta var ekki nóg flott þarna. Nei, við gerum þetta alveg að þvæla þeim á einhvern séri jógi svona nauðgunavenn já, það er svo ekki flott já. Og þarna var bara verið að henda þetta var ekki nóg sko. Nei, við okkar verðum flottur og við ætlum samt að halda árshátíðina á Kristall já. Og það verður geðveikt og hvað er til hlakka til? Hvernig á að hafa hana? Februar? Í februar flott. Fyrir að byrta? Það byrta bara eftir smá fyrir að byrta og það bara februar. Heyrðu, ég ætla að segja við eitt talað annað, þú ert að fara í Kaupen. Já. Ég veist leiðilt að geta að sko ég man aldrei eina staðar hætti á neinu. Sko. En ég skal senda þér fullt atriði. En þú verður að minnum að Peter, ég get sett það í story svo. Já, Peter er vinnu minn. Hann er með geggjan stað sem er svona pasta vínstaður. Veist, mannstu hvað hann heitir? Bar Bocca eða eitthvað. Ok, byrju, með sjá. Bar... Þú veist Bocca, Bar Bocca. Ég er búin að seifa hjá mér, Amigo. Skrifaði bara wine, pasta, nörrebrú. Þá kemur það. Þetta er geggjaður staður og við fórum þangað. Býtu, sorry, einu sinni enn. Hvað heitir hann? Cirka. Bar Bocca B-O-C-A Bar Bocca
þetta var ég skal finna út úr þessu og þú verður að tala um þetta næst að því ég ætla að senda og læta þetta í story ég ætla að senda Pítur vinur minn, láta vita þess að þetta koma hell yeah hann geggjaður svona special og svo náttúrulega Ási hann að vinna á einhverjum kokteilstaður þú veist, það enginn eigið að vita sko, ég seifaði hérna aðeins skulum bara skoða þetta ég seifaði, ég kann ekkert á þetta með hérna Kaupen, ég búin að seifa Amigo bar já, geysánan já, þú endar þar og ég búin að seifa hérna bar sem heitir Inferno og við höldum að Ási guðfæðir koktelsmenning koktelsinunar á Íslandi vinnið þar þannig að maður þarf alltaf að kíkja á hann og svo það Bardog eitthvað Barboga sem Pítur Tilbú Barboga, já ég held að þessi nýlega skilin hann verður bara stuði og já, hann átti íslenska konu og hann var að vinna hérna á Vínstúkunni tíma þegar hún var einhverju námið hérna þetta er bara eitthvað legend já, hann geggjær, hann ógeðislega flottur hann kom með okkur út að borða þegar við fórum ég og Dresi vinnur okkar á Dresi og Monkeys þegar við fórum pældi ég að vera að koma með Dresi og Monkeys einu sem Dresi og Dill Dresi og Monkeys flott skal að vera en hann geggjær og bara örugglega með flottustu kokkum ég ætla að segja það núna að eftir þessa Kaupenferð þá ætla ég að henda í smá Instagram svona farið við staðina gefa þeim kannski smá einhvern ég ætla að gera það og þá sko að þetta ekkert flókið bara posta staðinum einhvern og þá getur fólk séð sko ef það vill fá Syndarsilla recommendation þá verður það þar ef það leiðin til Kaupen já, þetta er flott þetta fyrir á planið okkar þetta er einfalt en við fórum þegar Dill var með svona pop-up í Tívolíinu í Köpenhavn þá fórum við þá kom Pítur með Ámar, ég segja reitt ég er ekki búin að fara allir Kaupmannahafnar sem fullorðin maður yfir höfuð já, ég ætti raunur bara komið ég er nýr kannski, ég er að vinna á morgun ég er að fara til Kaupen kannski ef ég verð eftir kannski sitt í dælda vélina já, það verður flott ég er að fara með SAS það er svo ódýrt en sko, þannig að ég er að fara í Tivoli í fyrsta skipti sem er bæði einsbúð fyrir Disneyland elska Tivoli og svo ég bara veit ekki, ég er bara nýr í Köpen Jolene tala allir já, þú getur farað að Meatpacking District það segja að þegar Radiohead voru ekki þá sá ég á Reddit þá sá ég að það var eitthvað íslendingur eitthvað fyrst að Radiohead cancelu ef ekki Íslendingarnar að hittast í kvöld herði, bróði minn býr í Kaupmannahöfn mættan þegar hann mista tónleikunum í gær og Finnur vinur hans hann átt að fara með hann þurfti að fara þegar hann þurfti að fara annað náði ekki, en það var eitthvað allsherjar fyllir hjá Íslendingunum og ég spurði hann, var þetta ekki bara meira næs að ég held að svona stemning eitthvað svona sárabótarfyllir í og allir sko á sama stað allir svona smá svektir en að reyna að rífa upp við verðum að búa til eitthvað gott hendum bara Radiohead ég sagði þetta gæti valla verið betri stemning fyrir mig þetta gæti endað svona hjá mér af því að við veitum ekki hvað gerist ef að Jörg fær ekki sprautu hann er búin að það er bara að vera dæli í mannin sko. ef það er þetta dæli Friðrik Ómar fyrir Eldborgarsvið það hlýtur og ef að ég forskrakki Radiohead að geta verið með einhvers konar töfralausn og ef að ég tek steratöflu fyrir eitthvað festival í Austin ekki gera lítur því ekki gera það en þú veist, með að við Radiohead þá fær hann nokkra lækna og í fullu bara þú er að minnum á að ég ætla að láta það vita af staðnum hjá Pítur það er eina recommendationi sem ég gefi og Amigo svo dettur alveg inn Amigo það er náttúrulega nummer 1 ég var að lesa reviews þannig að það var einn eitthvað you can smoke inside auðvitað má reykinn í vækus það er bara allt í góðu það er ég búin að segja frá þegar ég er búin að segja frá því ég var svo friðin og ég var sendur okkar sko það eru nokkrar gullsögur og ég með hugmynd að hafa, við megum ekki sko láta þessa þætti á netið að því að sín á þá en veistu hvað? sem að ég er smá samt að fara að finna lögfræðing nei sko, við látum þetta á Patreon við skulum bara rukka inn 300 kall ekki einu svona það bara 50 kall þú fer á Patreon og við ætlum að fara að setja inn þættina og þá koma svona gamla góða sögur eins og það Svenni var sendur friðin á svona hommasánu
og þar hitti ég popstjörnu og það var episk saga, skilur þannig að þetta er hugmynd það kemur svona pælingarinn og það er komin aðgangur, þannig að farið á Patreon og eitthvað beint á Patreon svo var ekkert meira að gerast í minni viku sko. En nema náttúrulega bara sturla gerkvöld gerkvöld og ég verð að segja að þú ert sjúklega ferskur og flottur með við ekki mikinn svefn ekki marga klukkutíma en það er náttúrulega það er brennivínið þetta er náttúrulega glöggið já, bara og reynslan og það er bara eins gott að ég verið ökufært til þess að fara í Smáralindina þú ert að fara í Smáralindina ég nefnilega er að fara á nýju matvöllina það er ný matvöll í Smáralind loksins maður þegar maður gæti ekki étið þarna nema einhverju vefjustað eitthvað hann hét sem er alltaf læg eða náttúrulega krepstaðurinn þarna, já, einmitt sem var lokaður Adesso, kaffi Adesso mér langar að fara allir gegnum þessi staði sem eru höfum við tímið það? Já, við skulum hendi það og svo kannski smá lofalast bara. Já, sorry, ég ætla bara rétt að fara Já, minnst þetta áhugavert, nýtt þetta er svona, já, heyrði, haldir Garðurinn Hvernig staður er það? Heitir matvöllin Já, ok, Garðurinn Já. Og þetta er sem sagt góður matur í einstöku umhverfi Já. Garðurinn, ný og stórglæsileg matvöll hefur opnað í Smáralind með 13 fjölbreytni veitingastöðum Má ég giska, er Flatey aðna Haldir, komdu við og njóttu hágja matur við hlökkum til að heyrðu, þarna erum við að tala um sko einhvað Exo okkar fólk svona pítsur eitthvað þetta er Abuela Lola Abuela mexikoska rétti Abuela þýðir amma á spænsku ég er að fara eftir, ég ætla að prófa mexikoska, ég ætla að bjóða systur minni, ég ætla að ringja Abuela er amma á spænsku þannig að þetta er einhver ömmu staður já, Abuela hérna eru okkar menn í Sushi Social með stað sem heitir Juicy Sushi hann er líka í Pósthússtræti Juicy Sushi það er alltaf læg sko nafni er liðlegt en sushi er alltaf læg já, það er bara eins og þess að gera fínt sushi þetta er Funky Bahana Funky Banhangra býður upp á klassiska indverska rétti sem og óhefbundna rétti sem er innblásnir frá skandinavískum hefðum þetta hljómar illa þetta er rosa fusion þetta er hugrætt fusion þetta er indverskur staður innblásinn á skandinavískum hefðum hvað? Er þetta þá bara butter chicken á einhverju smörribrauði? Svo erum við með hérna gelato þannig að þú setnir eru náttúrulega okkar menn í húrra bara komnir inn við erum hjá Höllu sem var í þarna hvað þáttur? Hjá Höllu sem var alltaf í þarna Keflavíkurflugvöll já er La Trattoria okkar staður Neopizza er þarna þannig að þetta er svona flata Sparrow, Serrano, Subway, nice Yuzu, þetta er margt í boði, en þetta er alltaf sama og þú ert að fara þangað eftir ég er að fara þangað næsta þætti verður bara review takk fyrir pent veistu hvað ég er að fara að gefa ég ætla að prófa, ég ætla að vera hann í allan dag ég ætla að glæpa menn ég ætla að fá mig bjór með þeim svo ætla ég að prófa indverska staðin með skandinavísku hefðum og svo enda ég á mexikanska já, hjá Abuelu sko. Lofalast ég ætla að lofa Subway ég er með svo mikið sweet spot fyrir Subway ég fæ með túnfiskbát og hitan, ekki rista og svo bara eitthvað þannig ég fíla hann ég hef af og til ástæð fyrir að lofa Subway, er þetta bara nice? Ég fóð bara daginn og ég held að ég hef glimt að nefna það en ég fæ af og til bara svona sjúkt Subway kreif svona bara einu sinni á 3 mánaða fresti ég líka, ég verð eins og ólétt kona ég líka ég verð á þessi hvert ég fer ég keir á miðbænum í Hamraborgina og Subway þar er það eitthvað spesial? Ég þarf að segja þér eftir hvað? Heyrðu, veistu hvað ég er að fara að gera á sundaginn? Hvað? Það vita ekki flugfreyfingunum mína sem ég er að fara að hitta þér en ég veistu hvað er að fara að gerast á Halltiður Rapp Svansson fljúðu frá Akureyri, komdu hingað ég er að fara að kata línu á sundaginn nei og á hverju? brauðtertu hlaðborð á Katalínu gæti ég ekki þetta er spilakassi, brauðterta piccini og já, bara piccini taktu með rennistöflunar og verður tilbúin og laktósa bara oh my lord en allavega, já, sorry, ég þurfti bara þetta er á sunnudaginn en veist hvað ég gerir að því ég fæ mér þarna ég fæ mér þarna, ég doppelhrista fekk þetta, læra þetta á Akureyri doppelhristingur, já ég doppel sem sagt þarna já,
svo fæ ég mér þarna kjúkling, gula baunir, ég fæ mér sáðvæssósu, létt majónes, salat og ólífólíu. Ólífólíu? Ég þarf að hendi það. Alltaf ólífólíu. Extra virgin, alveg sko flottasta Filippo Berry og típan sko. Þannig að lofið far söpbu bara út af einhverju. Bara út í þegar ég fór daginn og þótti væntum. Og ég er aldrei fyrir vonbrigðum. Nei. Og meiri segja bara þjónustan bara ofta skóð. Auðvitað, sérstaklega Hamaraborg. Já, og ég fór á Laugaveinum, bara flott þar. Stór staður, allavega. Hvað er Laugaveg? Bara hann að, veist það sem það Já, bankastrætin, er hann ennþá það? Já, bankastrætin, já. Vá! Já, hann lifir enn. Já, hann lifir enn, Jesú. Gott lag, það er vagla skór, nei, hvað heitir þetta? Það sem að allir fara Jesú kamp, hann Vatnaskór, vatna. Já, þetta er einhver heila þóttir þarna. Heyrðu, ég ætla að henda í lof á Sparrow hjá Hlemmi, eða þú veist, þarna í 10-11. Dyrka Sparrow. Þetta er helvíti gott. Þessar pítsur verða bara betri og betri. Og það stendur hérna Original New York Slice, sem er hilarious. Lígi. Þetta er bara mesta lígin. En ég er bara að byrja að fá eitthvað sweet spot fyrir þessu. Eins mikið rusl og þetta er. Þetta er svo mikið rusl. Og heyrðu, og veistu, ég fór að gera við... Svona endar þetta og endar bara í einhver útkverfi í það. Daginn. Það ertu bara eitthvað, þú veist, að úða í þig. Já. Þetta er Spari hjá mér. Ég ætla að segja það að ég er ekki daglega á Subway eða Sparrow. Það kemur svona óléttu kreif, en ég sem sagt var að laga hérna baðvaskinn í dag. Pabbi kom með mér að hjálpa og til að verðlauna hann fyrir velunnin störf, hann Jón, pabbi, mikill meistari. Til að verðlauna hann fyrir velunnin störf þá fóru við í pulsu. Bæjarins bestu, hliðin á Sparrow. 10-11. Heyrðu, pulsaði morgumat hjá mér, ég fæ mér bara tómatsósu yfir og undir, fólk lætur það að fara í taugarnar á sér. Heyrðu, þarna var kona að afgreiða. Fara ekki lauk eða neitt. Nei. Þetta er bara pulsa, tómatsósu yfir og undir. Já, pjúristi. Ekki læk. Ég veit það, fólk er bara hatar þetta. Já, ég hef skoðun á þessu. Já, en þarna var kona að afgreiða og hún var svo leiðileg. Heyrðu. Erum að tala um Austur-Evrópu? Já. Og þetta er fyrsta skiptið sem ég fæ bæjarins bestu frá austur-evrópskum starfsmanni. Þetta er bara, við þurfum að fara að læra pólsku. Maður er svo vanur íslensku þjónustu svo hérna niður í bæ, það er bara svo mikil hefð fyrir því. Minnst það skemma svolítið svona brandið. Já. En heyrðu, ég segi hérna, ég fá 3 pulsur og segi bara, ein með tómat, ein með þessu og ein með þessu. Nei, og svo bæti ég við pulsu. Og hún hendir í. Hún var búin að stimpla hittinn og ég bara hló og sagði bara æj, herru, svo bætti pabbi við kóki. Ég veit ekki hvert hún ætlaði að fara sko. Hún var svo fúl eins gott að ég liti ekki undan, hún hefði hrækt í pulsu án gríns og ég sagði bara æj, pabbi, þú búin að skemma daginn. Ég var bara, ég faldi ekki hvað mér fannst þetta fyndið sko. Þú veist. Líka þegar okkur finnst svo fyndið austur-evrópski fílubókin. Pældi í þessu. Þetta er ömurlegasta þjónustu. Þegar þú förum einhvern veginn að fáum líla þjónustu frá Austur-Evrópu, við erum skelli hlægend. Við þurfum að horfa bara og vera bara meira. Sko, enda var ég bara hlátuskast í Varsjá, sko. Það er bara hilarious. Fólk á ekki að fara í þjónustu. Þau eru þangað til þess að fá innblástur fyrir pole fitness. Já, og Shanghai er þeim bara... Svanhvítur Símon sem alltaf verið okkar business partner í þessu. Já. Þurfum smá kapital. Við erum ekkert í góðu máli með skattinum alltaf. Nei, mæja sér úr bókaldið. Við flytjum inn nokkra pólska bara, Shanghai þær í leiðinni, alltaf gerast. Þannig að þetta er lastið eða lofið. Mista eiginlega meira lof. Bæjarins bestu, þú veist, ég veit ekki, þetta er bara komment, þú veist, þetta er hvorki nýja. Ertu með last? Ég er líka hérna með eina last á, þetta er hérna, ég er með last eins og í bíói og sumum svona stöðum þá er menjúin á skjáum og það er í whatever, mér er skýtsama en meiri segja þeir stundum skiptist ég veit það, ég þóla ekki og ég var daginn í bíó í Kringlunni og ég sagði, ég ætla að fá þetta tilbúð ég ætla að skoða hvað er í því svo fer það svo fór það ég var sýsti minn bauð mér upp á þarna Serrano daginn sem er galega síðan þópið ótrúlega segur staður búin að vera lengi ömuleg staður með ömulega þjónustu því miður og en þarna erum við og ég bara sýsti mín, þú veist, hún er 42 Sven 39 og
við erum eitthvað svona byrjum eitthvað svona að rýna eitthvað svona, já, við ætlum að fá svo bara svona, svo sagði sýstum bara þetta hverfi bara allt já, eru svona skjáir já, þarna? svo fer þetta bara Óþolandi. þannig ég er eitthvað svona, já, ég ætla að fá mér svona hvað, Já, svo bara, og þá þarf ég bara að bíða já, þetta er svo galin pæling já, okkur ekki bara hafa þetta kjört þetta er lélegt marketing hver ætli sé pæling já, skilur, þetta svona... er ekki auglýsing, þú veist, ég er komin að inn ég er búin að ákveða ég ætla að borða þarna þannig að þetta þarf ekki að vera sko af hverju að láta þetta flakka? Sammála. Ég væri til að heyra í við þurfum að, ég með svona, hver er pælingin? Af hverju, er þetta auka sölu? Veistu að ég segi, næst þáttur þá ringjum við inn Kringluna, Kringlubíó ringjum bara í Samuel bara þú veist, hvernig er þetta með tilbúð 3? Þú veist, þarf þetta alltaf að fara á skjánum þú veist, ég verði að fá að vita, er þetta Apollo lakrís eða ekki? Þetta er last vikunar hjá mér ok, ég er með þér í því ég er bara með last, það er eitt last og það er fullkomlega og þið viti hver þetta eru þið viti hver þið eruð og þetta er fólk sem eru margir vinir mínir líka sem eru að taka mynd á Instagram og setja svona væmna músík yfir eitthvað svona kiss from a rose með síl eitthvað svona, hér er ég með, ég ætla bara að koma svona hljóðdæmi Ertu að tala um það post? Já, post eða líka story og þetta er eitthvað, þú veist, það snjóar úti þá setur eitthvað Norah Jones lag undir. Þú ert ekki mikið fyrir Norah Jones? Nei. Og þarna en þetta er svona, þú veist já, maður sjá þú setur par bara fína þess að par þú veist, og það eru þarna, hún er með bumbuna þú veist, þetta er bumbumynd og það þarf að vera un að torfa yfir Þetta er svolítið sjoppulegt ég geti því Þetta er íslenski, þau búi í Rauðholti þetta fólk já, eða Seltjarnarnesi og þau sko þetta er íslenski smáborgari þetta er geggju típa sko ég dyrka, bara þetta dæmi þarna dyrkana en það er orðið fínt af þessu já líka, þú veist, ég bara, þegar ég þekki líka bara eins og þú situr úti á einhverjum bara á Akureyri og það snjókoma og þú setur eitthvað Ásgeir Traustalega já, vonlust þú veist, þetta er bara, mér fyrir utan það hvað mér er algjörlega drullu saman snjókomuna á Akureyri þá þarf það ekki að bæta það með því að setja Ásgeir Traustalega já, þetta er svona, fólk er að reyna að búið til ykkur að bíómynd já, búið til ykkur stemningu, eitthvað svona Love Actually já þannig að ég verða að lasta þetta fólk og bara hætti þið að setja lag undir mér finnst alltaf lagi að nota lag þegar það er fyndið ef það er fyndið já, þegar þú ert eitthvað að djóka með það í einhverju gríni, eitthvað Who Let the Dogs Out að því að þú Starki Pétur sem ég góður í því hitt hann í gæra á kalda já, hann er toppmaður hann er rosalega góður í að láta svona fyndna tónlist Starkari Pétursson er uppáhalds Instagram vinnum hann er heldur öflugur ég er í close hjá honum og þar fer ófiltrað brútal grín já, ég þarf að senda hann að byggja mig að setja mig í close já, bara hei, pant fari í close en hann fær lof því að það er mjög fyndið bara yfir höfuð hjá honum nei, hann er bara geggjaður, hann fær lof frændan sem er alltaf með háa blóðhristningin býtu hvað það? eitthvað frændan sem er alltaf með nei, þetta er bróðir hans þetta er bróðir hans, ok, leðilega og svo fóreldrarnir hans og þetta er alveg algjört það er hár blóðhristningur í þessari fjölskyldu já, þau eru bara í stuði, þetta er flott svo reyndar lofið, ég ætla bara að lofa einu og það er bílastæðasjóður fuck, ég er búin að borga svo mikið í hann já, ég held honum uppi það er raun og verið bara starfsmaður bílastæðasjós sem að ég var að leggja bílum um daginn hann ætlaði að sekta mig ég hljóp út í þess að nei hann sagði, býrði hérna miðbænum ég sagði, ég býði hérna fyrir ofan bent á hans já, það slætar það ég finnst þetta svo flott slæta ég fannst þetta svo flott þetta er maður sem að þekkir hann býr í bænum hann hefur hugsað veistu það, ég get ekki rukka íbúa miðbæður þetta finnst mér rosalega flott rukkaði Uröðarholtið út í 1 og bætt á álegningu túristana en hann sá hann og hann trúði mig líka því ég var bara inn í skóm og ég sá bara ég var bara íbúar hæfur þau myndir líka ekki detta í huga að ljúga nei og ég sagði bíðan og hann sá mig líka að koma út úr grænu hurðinni og hann bara líki vaka og hann ekkert svo var hann bara þetta finnst mér flott þetta er sjálfgæft líka hjá þannig að hann fær ekki bílastöður heldur starfsmæður hann ekki að gera og last fær skatturinn að því að ég held ég væri búin að borga allan skattinn en sá kom allt í ný rukkun fyrir 2024 sástu ég held ég setti bara klóspilin sem þá var þarna þá fekk ég eitthvað svona það er hræðilt að fá þegar frá mínum síðum skilaboð
Það frá komið skattinum. nýtt skjal á Já. Ísland.is frá skattinum. Það mesta Veistu hríða hvað ég gerði þetta? Hvað? Ég fór heim, ég hellti í mig. Já, þetta bara þurfti Ég hugsaði bara, ég get ekki opnað þetta skjal edrú. 100%. Og það var einmitt verið að leggja á eitthvað. Mér langar bara að segja við skattinn bara, hei, ég ekkert á Ísland.is, skilur við, af því að Já, Nokia 5010 sendi bara mail, útskýr hvað fokkanum þetta þeir segja alltaf bara eitthvað gjöld eitthvað, útskýrið bara og málið líka að skatturinn getur rykkað með hvað sem og ég bara, ok, þá þurfum ég að borga það alltaf nýtt orð, eitthvað, álagningar seðill, alltaf nýtt, svo næsta það bara eitthvað gjöld utan staðgreiðslu. Þetta náttúrulega ríkisstjórn skattastjórnin fucking vonlaust. Þetta er djók. Skatturinn við endum það skatturinn, lasti fara skatturinn eins og alltaf, ég hlakka til að heyra af Danmarkusur, ég að fara, það er mikil helgi hjá mér. Station? Já, það er Station helgi. Ég að fara þarna út með Víking á laugardaginn. Við ætlum að fara fyrir Reykjavík. Já, geggjað. Já, það verður farið núna. Það fáið loksins review það. Já, og Víkingur, ég og fyllir í þetta, við vitum alveg hvernig þetta endar. Jú. Svo brauðtertu keppni á sunnudaginn. Á Katalínu. Þetta hljómar svo draumur. Vá, hver hefinn. Ég sé ekki leigubíl. Brauðterta í þinguna. Það verður ekki flottur en að taka stöðabíl upp í tekur stationbíl upp í Hamraborgina. Heyri. Annars bara hlakkaði til að heyra í næstu viku. Hafa það góð.